Stórsveit Snæfellsnes, svokallað Big Band, starfrækt við Fjölbrautaskóla Snæfellsnes í Grundarfirði. Við létum okkur að sjálfsögðu ekki vanta á tónleika með þeim og fengum að heyra frá þessu merkilega starfi. Þetta áfangi sem hefur verið kenndur síðan haustið 2012 og mismunandi hvað eru margir nemendur skráðir í áfangan. En núna eru 14 nemendur skráðir í áfangan og það eru æfingar bara inn í stundatöflu nemendana. Við hittust bara 2 í viku og æfum upp bara lög og já, það er það sem í rauninni áfangi gengur út á. Stórsveit Snæfellsnes er náttúrulega stærra dæmi og hljómar rosalega stórt en við setjum upp þessa tónleika í lok annar sem lokaverkefni og það er tileinkað Stórsveit Snæfellsnes. Hvernig var hugmyndin að Big Bandi eða Stórsveit til sérstaklega í Fjölbrautaskóla? Já, það er hópur fólks af Snæfellsnesi sem hafði brennandi áhuga á þessu verkefni aðalega vegna þess að brottfall nemenda úr tónlistarnámi eftir grunnskólaldur var mikið. Þannig að það var uppi hugmynd að stofna þetta sameiginlega verkefni á Snæfellsnesi og Fjölbrautaskóli Snæfellinga kom að því samstarfi og stofnað var félag sem heitir Stórsveit Snæfellsnes og er bara skipað fólki sem hefur brennandi áhuga á þessu. Þannig að þetta er eiginlega annars vegar nám í skólanum og svo er þetta bara félag, stuðningsfélag eða hvað sem við köllum það á bakvið sem er með fólki sem á ekki endilega börn eða einstaklinga, tengist ekki einstaklingum í sveitinni, heldur er bara áhuga fólk uppgang þessa félags eða stórsveitarinnar. Já, það er nefnilega alveg hárrétt. Þetta er mikilvægt bakland í svona starfi og það er einmitt fólk sem er ekki þannig sér tengt sveitinni, á kannski frændu og frængur sem eru í þessum áfanga hverju sinni en félagið telur 5 manna stjórn og ég held að sé að nálgast 100 meðlimi félagsins sem er bara áhuga fólk þetta starf. Og þetta er fólk sem leggur líka fram sjálfboðavinnu þegar þið eru að halda tónleika og svoleiðis, eða ekki kom ekki eitthvað með pizzur yfir Holtnesið fyrir ykkur daginn? Jú, það var bara í gær einmitt á tónleikum og þetta sýnir bara nákvæmlega áhugaðan á þessu. Það er bara að mæta með pizzur fyrir hópinn og standa í miðasölu og hjálpa okkur í kringum allt, fjáröflun og annað í kringum svona því að verkefnin sem eru tónleikarnir eru kostnaðarsöm. Þannig að þetta er rosalega sterkt bakland fyrir svona starf. Og þú ert með einstaklinga af öllu nesinu. Þetta eru framhaldsskóla aldurinn, þá 16 til 20 ára eða ekki einstaklingar og þeir eru koma alls staðar af nesinu. Já, það er náttúrulega mismunandi eins og núna er meiri hlutin að koma úr Stykkishólmi en það eru einstaklingar af öllu nesinu, já, og þetta er náttúrulega mismunandi hverjir eru í skólanum hverju sinni. Þetta tekur alltaf breytingum, en það er nefnilega svo gaman að sjá krakka sem hafa brennandi áhuga á tónlist, sem eru saman í þessu Fjölbrautaskóla Snæfellinga, koma úr sikkur úr byggðarlaginu, en koma svo að spila saman og eru saman alla önnina í bara músík. Það er mjög skemmtilegt. Þetta hefur skilað þeim árangri að það er minna brottfall, fólk greinilega 14 núna sem eru í þessum áfanga. Það hefur alltaf verið áhugi á meðal krakkana eða þeirra sem kom inn í skólan að taka þátt í þessu. Já, það hefur verið það, hingað til og vonandi verður áfram. Og ég fór með þennan hóp í mars í menningar- og skoðunarferð til Reykjavíkur til að sýna þeim hvað getur tekið við eftir framhaldsskólan. Og við fórum í skoðun starfseminni á Simfó, okkur var vel tekið á móti okkur þar, hlustuðum á æfingu, tónlistadeild Listaháskóla Íslands og starfsemi nýja tónlega menntaskólans í Reykjavík, eða menntaskólans í tónlist, sem er í FIH og þau fengu fræðslu þarna hvað getur tekið svo við eftir þetta. Þannig að þetta er auðvitað gert til þess að þau öðlist áhuga á að halda áfram og starfa í tónlist. Er þetta ekki meira háttar mál að vera með þetta hljóma svo stórt, að vera stór sveit, að vera stjórnandi svona sveitar? Er þetta eingöngu gaman eða? Já, það er hiklaust. Það er auðvitað mikil vinna, en ég með eins og segir gott bakland og frábæra krakka í hópnum, þannig að vinnan verður bara skemmtilegri fyrir mig.